og það mjög skýrt að það betra að lesa pappír heldur en skjá. Þú nærð, það situr meira eftir. Þetta rangum að halda, bara það að henda tölvu í fangið á barni, það verði rosalega, tæknivægt eða kunni rosa mikið á tölvur. Þetta fyrsta kynslóðin í 100 ár sem með lægri greindarvísitölu heldur en kynslóðin undan. Nei. Við þurfum að leggja niður snjallsímana, leggja frá okkur tækin og fara að tala meira saman. Jæja Kristín, nú erum við komið fréttir. Já, heldur betur. Við erum orðnar svo hipp og cool. Já, við erum bara orðnar alvöru hlaðvarp. Já. Og við erum komið mega rýbrand, þegar kannski hafið tekið eftir því að við erum komið nýtt nafn. Yes. Nýja nafni, Raun heimakastið. Já. Við vildum svona, þetta var kannski ekki einföld fæðing. Herðu, þetta það erfiðast sem ég hef gert. Og þú hefur fætt 3 börn? Já, það var erfiðar að finna nafn á þetta hlaðvarp heldur en að finna nafn á börnum mín. Ég bara, spyrir allir kringum okkur. Já. En takk fyrir aðstofuna. Já, sjátt á til til þeirra allra. Og bara takk mamma sem hannaði þetta geggja logo. Já. Og vil bara nefna að ef einhverjum vantar svona merkjavörur að kíkja á mömmu. Hún svona hugmyndamaskína að því við komum alltaf með, vorum komið loka niðurstöðu nokkrum sinnum og bara daginn eftir varum komið logo og alveg geggja spotton og flott logo. Alveg frá. Svo bara, nei, sorry, við erum með þetta og hún bara, ok, og bara geggja spotton logo. Þannig að það heitir Motiv. Já, hún með Motiv, motiv.is, M-O-T-I-V-F. Já, endar á F-i. Já, endar á F-i. Ef ykkur vantar eitthvað svona merkjavörur því hún allir því öllum pennanum og bollanum og já, bólum og svona. Já, þannig að ég verð bara að nefna hana af því að hún bara hjálpa okkur svo ógeðslega mikið. Og Raun heimakastið, við vildum einhvern veginn hafa þetta svona, þetta nánast svona hliðar veruleiki sem við lifum oft í. Þú veist, þegar við erum á samfélagsmiðlum og í símanum okkar og við erum oft svo, þú veist, þó við séum kannski kringum fjölskyldun okkar en í símanum, þá erum við alltaf í einhverjum svona öðrum veruleika. Þú veist, horfa á vídeo eða eitthvað og við erum ekki að pikka upp alls konar, óyrt samskipti sem í kringum okkur. Þannig að, þú veist, stígum inn í raunheiminn með, því að hlusta á hlaðvarpið. Og það er það sem við viljum vera að tala um. Við talum svolítið mikið bara raun heima og jafnvægi í skjánotkun og kannski vel fara aðeins víðar. Það allt opið. En það eru fleiri stóra fréttir. Heldur betur. Ekki bara það að við erum með svaka rýbrand á hlaðarpinu okkar. Heldur erum við komið með fyrsta styrtaræðan okkar. Já. Og það engin annar en Balansphone. Heyrðu, ég hef heyrt að honum. Já, við höfum talað mikið Balansphone í þessum þætti. Já, heldur betur. Og þetta ekkert smá spennandi út af því að við þurftum svo sárlega á einhverju lausn að halda út af því að eina lausn var bara vertu minni í símanum sem ekki hægt út af því að við erum fíklar flest og eða bara taka síma og þá bara svolítið erfitt fyrir marga. Af því við þurfum að nota margt í tæknin í dag til að komast af í nútíma samfélagi. Já, og ég búin að vera með Balansphone núna í þó nokkuð tíma og hef verið að sína vinum og andamunum og nú Balansphone að koma í búðir. Segðu dagsetninguna. Hún kemur núna í búðir í Nova 24. apríl. 24. apríl. Þá getið þið farið og labbað í Nova og keypt ykkur Balansphone. Vá, en þvílík tímamót. Einmitt. Að, þetta kom svona aftan á okkur fyrir 16, 17, 18 árum síðan. Já. Og síðan bara áttum við okkur á og við réðum ekki alveg við þetta. En það er alltaf mismundi hvernig fólk ræði við þetta, en það eru rosa margir sem húka bara eins og bananar og í bringun á sér, hangandi í snjallsímanum. Þannig að Balansphone í rauninni snjallsími. Já, ég ætla að segja hvað það er. Balansphone er snjallsími, Samsung sími. Já. En það er hugbúnaðurinn á honum sem kemur í veg fyrir það að þú komist inn á samfélagsmiðla, tölvuleiki, streymisveitur, veðmálasíður og klám. Ekki einu sinni í gegnum browser, inn í vefvafra. Nei, þú kemst ekki einu sinni í gegnum vefvafra. Og þetta er alveg óhakkanlegt. Þú kemst ekki fram í þessu. Ok, snill. Þannig að þú getur haft innkaupa, öll þessi praktísku app, þú veist, innkaupalista, kalendar, banka, Abler,
En svo líka, það hægt að vera með samskiptaforritin eins og Messenger og WhatsApp og meira sér að ChatGPT því það hægt að hafa gerfugrindina. Já, en maður kannski ekki að doomskrolla á Messenger. Maður bara, þetta fyrst og fremst praktísk. Þó þú taka oft tíma frá manni, þá þetta fyrst og fremst praktískt. Það eins og ég segi, við eigum að nota tæknina ekki að nota okkur. Og þannig komið fullkomið verkfæri, sérstaklega fyrir þá úlingana, að því að nú erum við mikið að vera að tala samfélagsmiðla bönn og fleira. Þannig ef þú sem foreldri vilt hafa aðeins meiri hugarró, þá getur þú gefið barninu einu balansfón. Sko, út af því þú nefndi klámið áðan, ég las ekkert íslenska rannsókn og ég var alltaf með tölur, því að svo heyrði ég að þetta var aðeins vera betra, en fyrir ekkert rosalega mörgum ánum síðan, þá voru íslenski strákar að sjá klámfest, ég held að voru 6 eða 8 ára. Já, ég meint. Og það hugsa allir foreldrar bara, en ekki mitt barn samt. En það bara, það meðaltalið. Svo var eitthvað aðeins að hækka, en þó það hækki upp í 9-10, þá þetta bara rosalega ungt. Já, og það bara svo mikið að grófu efni hana úti. Og líka bara Life 360 sem ég veit að margir foreldrar vilja nota og fleira. Þetta aðgengilegt, þannig að ég mun ekki gefa börnunum mín þetta fyrir það úlingar, en ég mæli með þessu fyrir úlingana. Annars bara taka síma fyrir krakkana. En þetta okkur búðir og þetta spennandi. Hvað, bara fyrst þú nefndir það, út af því að maður alltaf var að setja sér plan, hvað var aftur Jonathan Haidt að tala að börn séu gömul þegar fá snjallsíma? 14 ára. Það var 14 ára. Og svo 16 ára fyrir samfélagsmiðla. Já, þannig að þú myndir taka bara þann aldur. Já, ég myndi taka balansfón 14 ára. Já, einmitt. Mér finnst það að vera góður aldur. Einmitt. En við erum fara að fá til ykkur gest og við ætlum að fara að byrja þáttinn. Þannig þetta spennandi tímar. Ekkert smá spennandi tímar. Kíkja á balansfón.is eða viljið skoða vörúlvalið. Það alveg að fara dett inn á heimasíðuna eða kíkja inn í Nova verslunum. Og kíkja inn í Nova og kíkja á balansfón 24. apríl. Ok. Í desember, The Digital Delusion. Já, ég að lesa hana líka. Ok, þetta svo gott stöf. Ég bara, getum við ekki talað um það líka? Jú, algjörlega, gerum það. En já, þetta var byrðið að þakka þér fyrir að koma. Já, byrðið að taka upp. Já, ég bara ákvað að íta á rekka því að það vaða í þetta. Já, við tölum svo skemmtileg málefni alltaf, þegar áður við tökum upp, þannig að ég vil eiginlega ekki missa af neinu. En til okkur komin hann Kristján Ketill Stefánsson, ekki satt? Jú, passar. Og þú ert dósent í HÍ og ert að kenna þar kennslufræði og varst að kenna mér í fyrra. Ég satt einn áfanga hjá þér, hafði mjög gaman af. Já, vilt þú kannski kynna þig eitthvað nánar? Segja hvað þú ert búin að vera að vinna og svona? Já, ég sem sagt kennari, grunnskólakennari í grunninn, byrjaði kennarnámi 2000 og útskrifast 2003, fór svo til Noregs og tók meistaragráðu í kennslufræði raungreina og kom svo heim og fór að kenna í Laugalæk og þar tók ég þátt í svona það sem var kallað sjálfsmatsskólans þá, innramat núna og hjálpaði til við að leggja fyrir og vinna úr könnunum fyrir foreldra og nemendur og starfsfólk og áttaði mig á því að það var hægt að gera hlutina á mun skilvirkari hátt og fá mun betri niðurstöður inn í innramatskólana og þá fór ég á samt tveimur félögum mínum og við byggum til skólapúlsinn sem er núna í öllum grunnskólum landsins. Takk fyrir það. Já. Hvaðan kom svo hugmynd? Þetta sprettur bara upp úr störfum mínum í Laugalækjarskóla af því að það var, ég vona fyrir skólastjórnum mínir fyrirgefa mér, en málið er að það fór svo ofboðslegur tími hjá skólastjórnum í að búa til kannanir, vinna úr þeim og þetta var sko eitthvað sem þeir höfðu ekki sérþekkingu í, þannig að niðurstöðuna voru ekki góðar og eiginlega þegar að niðurstöðuna voru komnar þá var ekkert eftir á tanginum til þess að vinna með niðurstöðunar og það var ekki til þess að bera saman við. Þannig að gera þetta á staðlanhátt svona í gegnum eitt upplýsingakerfi, það hefur gert skólum kleift að meta til dæmis einelti og sjálfsálit og samsömmun við nefndahópin og annað slíkt. Kannski þetta er langur aðdragandi því sem ég ætla að fara að segja, því við erum að fara að ræða
tæki líðan og upplýsingatækni og námsárangur og annars. En svo fer þetta alltaf sem víðan völl, þetta tengist á mörgum. En ég alveg að koma að punktinum, sko, að við byrjuðum að leggja fyrir fyrstu kannanirnar þarna í 2008 fyrir 7. til 10. bekk og svo vatt þetta upp á sig og komið starfsmannakannir og foreldrakannir og slíkt. En þessi könnun sem við byrjuðum með þarna 2008, hún var fljótt mjög vinsæl og núna í alveg 130 skólum alland. Það bara þetta meir og minna allir skólar sem að nota þessu könnun og eiginlega alveg frá svona 2012 þá erum við með þorra skóla að nota þessu könnun. Og það sem að við tökum eftir að frá 2012 að þá fer einelti að aukast. Sérst bara almennt einelti. Já, einelti, við mælum bæði sko, bæði spyrjum við nefndu bara hvort og hversu oft hafa verið lagðir í einelti á seinustu 30 dögum. Já, ég skil. En svo líka er svo kallar jafningi einelti. Það sem er mælikvarði með nokkrum spurningum, það sem þú ert nefndur spurðir hvort hafa verið upplifað baktal, hvort hafa verið liðið illa út af einhverju sem var sagt við á netinu eða svona nokkra spurningar svona birtingarmyndir eineltis og saman mynda þessar spurningar einn undirliggjandi þátt sem við köllum einelti eða jafningi einelti. Já, við tökum strax eftir því þarna upp úr 2012 að þá fer svona bæði einelti og jafningi einelti að aukast og svo 2015 að þá tökum við líka eftir því að sjálfsálit fyrir að lækka almennt og semst bæði á beilinu svona 2012 til 2021 cirka bát að þá báðir þessi þættir að þróast á neikvæðan hátt og þetta alveg svona hálft staðalfrávik fallið sem á svona fræðimáli alveg töluvert breyting og eitthvað sem að hlýtur að gerast út af einhverju og á Menntakviku erindi hvað var það 22 að þá kynnti ég niðurstöðu það sem að ég var að sýna sem sagt hvernig þróunin í snjalltækjanotkun hefur verið og samfélagsmiðlanotkun. Það vill þannig til að það eru svona það koma svona tveir komur að segja svona nikkir í þróunina. Það fyrsta lagi 2012 það akkurat árið sem að Snapchat kemur til sjónar og svo annar svona nikkur í þróunina og einelti þá sérstaklega 2015 þegar TikTok kemur til sjónar. Og ég fæli nútið magan. Já, nákvæmlega og það sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, það ekki þetta fullir það orsakasamhengi þó að þetta sé að gerast þarna á sama tíma, en þetta vekur hins vegar athygli og 2022 þegar ég fór í viðtal á RÚV í Kastljósi þá og var að ræða þetta þá og var einmitt spurður út í hvað ég myndi ráðleggja skólum að gera og annað slíkt og á þeim tíma þá hugsaði ég bara takmarkanir og símanotkun bara fullkomlega réttlætanlegar en þetta að gerast í samráð við foreldra og skólastjórnendur og síðan líður og býður og þetta komið víða í dag en alls ekki allstaðar og núna í þessari bók sem að ég var að með þetta en Sett grafið af Já, 2017 sem að TikTok kom fyrir ekki ég veist að 2015 Já, annarlega við með grafið að því þegar hvað sjálfsmynd fer niður og Snapchat kemur inn Já, einelti eykst og eykst í svona bylgjum bæði eftir að Snapchat kemur til sjónar og svo aftur þegar TikTok kemur til sjónar og sjálfsálit dalar sem sagt og lægra sjálfsálit á þessum tíma, það líka rýmar alveg við stórvaxandi innlagnir á bugl, hækkandi sjálfsvíkstíðni og sjálfsvíkstilraunir þannig að þetta
ber alltaf saman brunni og það er náttúrulega búið að skrifa heilmikið þetta, bæði Jane Twenge og Jonathan Haidt, það var náttúrulega þegar við örglega rætt. Já. Þá ég ekki búin að hlusta alla þetta. Nei, en jú, við höfum rætt mikið Jonathan Haidt. Ég mikið, ég vil meina að ég sé hans elsti aðdáandi á Íslandi örglega. Já, algjörlega. Já, og Johan Hari skrifaði líka hérna bókina Stolen Focus sem er ágætt og það vitnað alveg í ágættis rannsóknir þetta. En það sem ég ætla að segja varðandi sko þessi andlegu líðan á þessum tíma, semst fyrir 4 árum, að þá svona þá voru ráðleggingar mína til skólastjórnenda bara takið samtalið, búið til reglur og svo framvegis. Núna í bókinni mitt sem ég var að minnast á áðan eftir þetta er erfitt nafn, hann heitir Jared Horvath. Jared Cooney Horvath. Hann er semst hann er rannsakandi við háskólinni í Melbourne og ég mæli alveg eindreið með að ég var hlustað á viðtal við hann í podcastinu Chalk and Talk, hann segja krítað og talað, podcast sem ég mæli eindreið með að hann í þessari bók Digital Delusions eða ranghugmyndir stafræna ranghugmyndir að hann fer mjög skipulega í gegnum rannsóknir, meðal annars mjög áhugaverðar rannsóknir á PISA-gögnunum, bæði PISA og TIMSS og PIRLS og rannsóknir sem sýna alveg svart á hvítu að þegar kemur að námi að símabönn þau bara virka og hann vísa til rannsókna í Noregi þar sem að námsárangur hefur aukist alveg 0,2 staðalfrávik. Það er ekkert gríðarlega mikil aukning, en það er samt alveg marktæk aukning í námsárangri sem að kemur hjá skólum eftir að þau setja á bara símabann. En núna var er ekki sálfræðingur, nei, hvað heitir hún aftur, sem var fyrir norðan. Já. Ég var á torginu daginn og hún kom með fyrir ekki, ég man ekki hvað hún heitir akkurat núna. Nei, ég man það ekki heldur en nákvæmlega, en ég las grein eftir hana og það sem hún er einmitt að benda á mjög mikilvægan hlut að sko sem að þarf að hafa í huga að það er mjög óvarlegt að fullyrða orsakasamhengi fyrir en að hafa verið gerðar samanburðartilraunir. Samanburðartilraunir það er bara þar sem við getum fullyrt orsakasamhengi og alveg bara mjög gott að koma með þessi varnaðarorð. Þórhildur Halldórsdóttir, bara svo það þessi sem var í vídeo sem er sálfræðingur og kennari við Háskóla Reykjavík. Hún segir að það sé ekki hægt að sjá að símanbann í grunnskólum sportin gegn andlegri vanlega barna eða bæti námsárangur. Þannig að hún er þarna að segja nákvæmlega öfugt það sem þú ert að segja. Já, og það sem að Cooney Horvath er að segja og og það þyrfti bara að kafa dýpra í þá nákvæmlega hvaða rannsóknir Cooney Horvath er að vísa í en hann allavega dró fram 3 og það þyrfti að skoða nákvæmlega hvernig þær voru framkvæmdar en hann, ég mæli með lestur þessar bókar, hann kemur fram með mjög vel rökstuddar ályktanir fyrir því að það eigi að draga úr ekki að bara banna snjallsímanótkun í skólum er bara eitthvað sem að er svona low hanging fruit sko, í eins og maður segir sko. En getur verið að út af því það sem skólapúlsinn sýndi að sjálfsmynd, hún fjall niður sjálfsálit getur verið að þú veist út af því að hvað er þið lengi í skólan, 6 tíma eða 7 tíma, þú veist, svo er þetta alltaf til staðar bara eftir skóla og fram á nótt. Þannig er það kannski það eða vitið þið hvernig hún myndi útskýra þetta graf frá skólapúlsinum að hún talar að þetta hefa ekki marktæk áhrif, akkur er þetta hríði fjall þá? Já sko, það kemur aftur þessu og hennar vingill er alveg góður og gildur, það er sko vísindarlega að þá getur ekki fullyrt orsakasamhengi nema að hafa sambreytu. Þetta er mjög frægt í sögunni varandi reykingar. Af því að tóbaksfyrirtækin að þau héldu því mjög lengi fram að það væri ekki hægt að fullyrða að tóbaksreykingar myndu valda lungnakrabbameini.
og það var ekki hægt út af því að það bara siðlaust að þú veist, að því að til þess að gagnreyna hluti eða að gera samanburðartilraun, þá þarftu 2 slempi valdahópa og þú þarft að mæla þá báða og þú þarft að láta annan fá inngripið og það er ekki, það er bara algjörlega siðlaust að láta einn hóp bara reykja eins og strompar og gá hversu margir fá krabbamein, það er bara ekki hægt en þá komum við að hinu, við vitum öll núna að reykingar eru skaðlegar og það er viðurkennt út allt, en það er ekki komið til út af samanburðartilraunum, það er komið út af því að það er búið að sýna fram á í mörgum endurteknum rannsóknum í ólíku umhverfi að það er fylgni á milli tóbaksreykinga og lungnakrabbameins. Það er ekki að fullir þeim orsakasamhengi þegar þú sýnir fram á fylgni, en það er vísbending hins vegar. Og ef að vísbendingarnir eru nógmargar að þá leifum við okkur að fullir þeim orsakasamhengi og ég vil meina það að vísindin taka tíma, við erum bara komin að þeim tímapunkti að það er ekki bara snjallsímanótkunin, það er líka bara upplýsingatækni nótkun í skólastarfi yfir höfuð. Hún hefur verið innleitt án gildra samanburðartilrauna sem er notabene hægt að gera á siðlegan hátt, en hún hefur verið innleitt og við erum eins og Korvat bendir á kynslóðin, ég held að hún sé köllu Gen Z, eða ekki 97 til 2000, sem fætt árabilinu 97 til 2012 þetta er fyrsta kynslóðin í 100 ár sem er með lægri greindarvísitölu heldur en kynslóðinu undan. Nei. Og ég lærði þetta sjálfur þegar ég var í kennarnám 2000, þetta er kallað Flynn áhrifin sem hafa verið í gangi alla 20. öldina, að það er hver ný kynslóð hefur verið greindari heldur en svo sem var á undan og þetta hefur verið beintengt við skólagöngu. Skólagöngu hefur áhrif á greind og að gangi í skóla það hjálpaði þér að skerpa athygli, þjálfa fimi og svo framvegis og þetta hefur bara verið stöðugur tröppgangur upp á við og svo kom við inn á 21. öldina og þetta snýst við. Og hvað er þetta mikið dropp? Er þetta svona aðeins ég man ekki, ég þór ekki að fullir það hversu mikið það er en það er enga síður alveg marktækt og já. Svo mikill óþarfi að þú veist þetta þarf að droppa. Já, svo líka bara í ljósi söguna skilur. Þetta er búið að vera stöðugur tröppgangur og þá spyrum við okkur, hvað hefur breyst í samfélaginu og hvað hefur breyst í skólastarfi og notabene mesta droppið við hefum ekki greindarvísitölumælingar á Íslandi en það eru bæði frá Finnlandi og Noregi og Danmörku og Bandaríkjunum allstaðar niður við, þetta er allstaðar í löndum þar sem hefur verið massív innleiðing á upplýsingatækni í skólastarfi. Og nú eru Svíjar að fara að bakka með þetta hefur ég heyrt. Og ég held bara með réttu og það verður bara mjög forvitnilegt að sjá hvað kemur út í Svíþjóð og ég hef líka undanförnum árum verið að sækja rannsóknir á það sem að verið samanburðartilraunir á því að leggja fyrir próf til dæmis og lesefni á spjaldtölvu eða pappír og bara sá þessa niðurstöðu kynnta með einu augum og það er mjög skýrt að það er betra að lesa pappír heldur en skjá þú nærð, það situr meira eftir það er einhvers konar meiri Horvath útskýrir þetta hann vil útskýra þetta út frá því að þú að minnið okkar sé þannig uppbyggt að þú manst betur hvar hlutir eru á skjá að þá er alltaf þetta infinite scroll það er bara, þú sér einhvern text og hann er bara farinn og þú veist ekkert hvað hann er lengur. Já, ég las þetta, hann sagði þetta er eins og þú tekur bók og það var eins og horfir yfir eitthvað svona stórt landslag þannig að þú lest eitthvað svona klausu og svo ert að halda áfram að lesa og þú ætlar svona eitthvað að rifja upp og flett tilbaka þá manstu það var svona sirka á þessari blæsju sirka hægra megin niðri að þá manstu svona
það byrst það er svona fast í rúmi sko. Já, fast í rúmi, alveg svo stendur upp á hól og sér bara allt umhverfi í kringum. En þú talar gagnrýnda samburðarrannsóknir. Ég átti eftir að segja niðurstöðun úr þessu að það var alveg skýr munur, það var betri námsárangur hjá þeim sem að lása á pappír, en það var sem var svo athyglisvert að þeir krakknar sem tóku þetta í tölvu eða lása á tölvu, þau héldu að þeim hefði gengið betur. Heldur að það hefði gengið betur en hinum hónum eða þau fengu svona spurningar trú á eigin getu þetta gekk nú vel mér gengur þetta gefur og þetta er náttúrulega þess vegna sem að upplýsingatækni fyrirtækjum hefur gengið svona vel að selja allt þetta drasl inn í skóluna er að þeir geta spilað inn á einhverja svona nútíma væðingar svona falskar vonir því að það eru enga rannsóknir sem að benda til þess að þetta skili árangri. Nei, að þú talar gagnrýndar samburðarrannsóknir. Hefur mentatækni ekkert verið rannsökuð á Íslandi? Ekki, að mér vitandi ekki í samanburðartilraunum. Nei. Þetta er mest viðtalsrannsóknir við foreldra, við nemendur, við skólastjórnendur og það er bara málið, við erum ekkert rosalega flink í að meta hvað virkar svona bara í svona viðtölum sko. Kristín, hvað gerum við þegar við viljum hætta þessu skrolli og hætta að hanga svona mikið í símanum en við þurfum samt að nota tæknina? Er ekki bara sjálfstjórn? Er það sjálfstjórn? Já, getur reynt. Já, virka ekki fyrir mig, en við getum líka reynt Balancefone. Balancefone er komið til landsins og er sími sem útilokar allar truflanir. Kíkja á balancefone.is og kynna ykkur málið. En síðan hef ég svolítið verið að tala við þessa kennarastétt þetta, þessi sem eru mikið að innlega þessa tækni og standa fyrir þessu og þau tala upp eins og Evolites og þarna lestrarappið, hvað heitir það aftur? Graphogame. Já, sko, ég segir akkurat þetta með Graphogame og bara gagnrýndar aðferðir almennt að sko, ekkert af þessu er reyndar Graphogame sérstaklega sko, upp úr aldamótum að þá fóru menntamálastofnanir Bandaríkjanna og Bretlands og Þýskalands að setja upp gagnagrunna þar sem að var hægt að nálgast niðurstöður úr samanburðartilraunum. Það er hægt að fara eins og í What Works Clearinghouse í Bandaríkjunum, Educational Endowment Foundation í Englandi. Þar getur þú farið inn, þú getur bara slegið upp aðferðin og ég bara hvet hlustundur til þess fara á Educational Endowment Foundation í Bretlandi, það kemur upp leið þú googlar og skrifa Graphogame Trial því að það er ein útgáfa af Graphogame sem var prófuð í samanburðartilraun af Educational Endowment Foundation í Englandi og niðurstaðan er mjög afgerandi að notkun á Graphogame það tafði lestrarframvindu barna 2 mánuði í samanburði við hefðbundna og sko miðstöð menntunar og skólaþjónustu hérna á Íslandi er búin að kaupa þetta, gera þetta aðgengilegt í skólum á Íslandi. Það er reyndar verði að segja með þeim fyrirvara að ég held að útgáfan sem að MMS sé ekki nákvæmlega svo sama og var prófuð í Englandi, en þetta er sama fyrirtæki og sem að stendur á baki hvoru tveggja skilur. Þannig að þarna erum við stödd. En af hverju er ekki meira verið að tala þetta? Af hverju er ekki meiri verið að þrýsta móti? Ég var svo blöður á bak veiruna að þegar ég fór inn í akademíuna þá hélt ég að ég geti bara sagt upp fólk sjáðu rannsóknirnar, sjáðu hvað við þurfum að gera. Nú skulum við breyta hlutunum. Við vitum hvað þetta er. Fólk hlustar bara ekki. Nei. Vita betur, þau held að vita betur. Já, hvort sem það eru það þarf virkilega að berjast fyrir því að það sé tekið mark á vísindalegum niðurstöðum og það er ekki bara innan menntakerfisins, ég meina við getum farið að tala bólusetningar, allt mögulegt. Það er bara við ramman reip að draga. Já. En við höfum samt heyrt að þegar við erum að læra, þegar börn læra þá læra þau í gegnum leik. Hvernig er öðruvísi þá ef þú ert að læra gegnum svona tölvuleik heldur en þú ert að læra gegnum
leik. Já, ég þú sendir mér spurningum, ég var mjög ánægð með hana því að sko ég ætla að taka það fram strax að því að nú hljóma ég alveg eins og skúli fúli sko en ég ekki á móti upplýsingatækni í skólastarfi ef hún er markviss og ef hún hefur rannsóknir að baki, það eru alveg þú veist, eins og Horvath kemur inn á þú veist, flughermar skilurðu það að hérna og ýmislegt hægt að þjálfa svona markvisst eins og hérna þú veist, einhverja ákveðnar aðgerðir í starffræði eða læra stafarhljóð eða eitthvað markvisst afmarkað. Það bara ekki vandamálið eru öll þessi internettengdu tæki sem að ræna fólki athyglinni og þetta að vera stöðugt að multitaska því að multitasking er bara mjög skaðilegt fyrir bara heila starfsemina við erum ekki hérna gerð til þess að vera að skipta stöðugt athyglinni á milli ólíkara hluta sko. Ég var að ræða við kennara daginn sem var í afleysingum hjá, hún vanalega kennir yngri bekkjum en var þarna að kenna úlingastigi og þá voru úlingstelpur að leysa verkefni í skólanum og þær voru með sekundna iPadin og þær áttu að vera að lesa bókina í iPadinum, í PDF og síðan flakka á næsta skjá þar sem þau áttu að skrifa svörin við spurningunum með puttanum og síðan flakka að leita í textanum og svo flakka og svo hoppa á milli og hún spurði þær bara, finnst ykkur þetta þægilegt eða myndið þið vilja hafa bók og blað og blýjant og það bara bók og blað og blýjant allan daginn krakkarnir eru sjálfur frekar þreytta á þessu þegar maður tekur á móti pakka frá postinu þar að skrifa skammstöfuna sína það er bara að gengur ekkert að gera verkefni svona og það eru til mjög góða rannsóknir á því að það er betra að skrifa hlutina veist, bara á pappír með penna og taka glósur, minnispunkta og annað en börn eru ekki að læra þetta af því að þau fá ekki tækifæri til þess því að þau eru í mörgum tilfellum þvingu til að nota tæki og það er annað sem mér finnst mjög gott að heyra og lesa í þessari bók er að það er vaxandi þrýstingur og verður núna tekið upp í nokkrum fylgjum Bandaríkjanna og líka í Ástralíu að leyfa foreldrum að hafna notkun á ónauðsynlegri tækni í skólastarfi. Ok, þannig ef það er einhverju foreldrar sem er að hlusta hana þátt og þú veist, þau geta það þá á Íslandi, þau geta hafnað því? Nei, ekki á Íslandi, en það er hægt í nokkrum fylgjum Bandaríkjanna og Ástralíu er byrjað að opna á þennan möguleika. Opt out. Já, en það er ekkert sem íslenski foreldrar geta gert nefnum bara að senda bréf og spurt og þá verður sem eitthvað gert. Ég myndi bara segja sko að það þyrfti að þrýsta á stjórnvöld og mögulega gegnum samtök heimili og skóla eða eitthvað að opna þessa umræðu, opna á umræðinu notkun á ónauðsynlegri upplýsingatækni í skólastarfi því að hún er sannarlega til staðar. Ég er mjög stolt til dæmis af stráknum mínum, hann var að byrja í fyrsta bekk núna í haust. Ótrúlega klár strákur, svo ég segi sjálf frá, bara stolt mamma hérna. Hann kann að lesa, hann kann að rekna, hann kann að draga frá og alls konar, hann kann að skrifa og skrifur öll ammæliskort sjálfur og ég bara rifnust alltaf, við lesum hverju kvöldi og bara frábært. Síðan fór hann í skólaheimsókn í grunnskólan sem hann er að fara að byrja í haust og kemur heim og segir mér að hann hafi verið bara í iPad í skólanum. Ég var ekkert sérstaklega glöð með það og bara svona til að hvetja þær að fóreldra áfram þá eru við nokkrar mömmur að fara bara kannski að skrifa bréf og biðja að þetta sé ekki gert að hann þurfi ekki að byrja í fyrsta bekk og detta hann 2 mánuði aftur í tíman í lestrarhæfni af því að ég held að hann þegar kemur að svona leik af því að það sem ég lærði rosalega mikið hjá þér í þessum áfanga sem ég satt hjá þér sem var bara mjög skemmtilegur og áhugaverður og ég segi hérna er að þá lærði þið mikið innri og ytri áhugakvöt. Getur hans útskýrt hvað er innri og ytri áhugakvöt? Já, sko ég ætla að koma að þessu varandi leikinu og kennsluna. Já, ég var svo spennt einmitt. Já, það er svo bara en sko innri og ytri áhugakvöt í grunninn er þetta þannig
og þetta eru skilgreiningar úr kenningu sem heitir sjálfsákvörðunarkenningin, að ef þú við erum öll að keppast að því að fá nemendur til þess að fyllast innri áhuga hvöt til þess að læra. Það er að segja að þau séu að læra bara námsins vegna, bara af því að þeim finnst gaman að læra, ekki út af því að þau eru að gera það fyrir foreldra sína eða þau verði skömmuð eða þau fá einhverja annars konar umbun, og þetta er mjög oft svona vekkferð frá ytri til innri áhuga hvatar, og sjálfsákvörðunarkenningin hún snýst aldrei þetta ferðalag að fara að gera hlutina meira út af því að það er einhver svona innri áhuga hvöt sem að ræður för, og svona forvitni í sinni hreinustu mynd er bara innri áhuga hvöt. En það eru margir hlutir sem að svona knýja áfram þessa umbreytingu frá ytri til innri áhuga hvatar, og það eru hversu vel svona 3 grundvallar þörfum mætt. Það er að segja þörfinni fyrir tengsl og þörfinni fyrir hæfni og þörfinni fyrir sjálfræði. Því að þú verður að hafa, þú verður að hafa allavega val eitthvað, þú veist, smávist, þú vilt ekki upplifa, þú veist, að þú hafir ekkert að segja þig sjálfan. Það er svona, ef þessari þörf ekki mætt, að þá er hætt við að innri áhuga hvötin, hún dafni ekki. Og svo er þörfin fyrir tengsl líka mjög mikilvæg, og það er annað sem að Horvath kemur inn á. Þú veist, þú getur aldrei skipt út tengslunum við kennaran fyrir tengsl við tölvu. Nei. Skilur, það er bara ekki hægt. Við erum ekki hönnuð til að læra af tölvum, við erum hönnuð til þess að læra af öðru fólki. Skilur, þannig virkar nám og kennsla. Það er á milli tveggja lífvera, ekki á milli döðstækis og barns. Og þannig kemur inn með þörfin fyrir tengsl. Þú þarft að geta tengst kennarann þínum. Þú þarft að geta, þú veist, verið vissum að hann hafi, þú veist, berið þína hagsmuni fyrir brjósti og svo framvegis. Svo er þetta þriðja, sem er kannski það mikilvægasta. Það er þörfin fyrir hæfni. Við höfum áhuga á hlutum sem við erum ekki góð í. Skilurðu? Leið og við förum að fá einhver, þetta er mjög, ég stærðfræðikennari, það er mjög algengt að nemendur bara, þú veist, hati stærðfræði, velji sér frá stærðfræði leið og geta, og það er mjög mikið tengt því að verkefni sem þau hafa fengið hafa ekki verið bútur nógu vel niður, þau hafa ekki fengið nógu skýra kennslu hvernig eigi að leysa verkefnin, þau hafa ekki fengið stigminkandi stuðning við að leysa verkefnin, eins og þú þarft að fá mikinn stuðning í fyrstu og svo lítinn stuðning á eftir, og svo þarft að fá tækifæri til að æfa þig og þjálfa hluti sem þú getur gert, og leið og þetta er kallað á ensku setting up for success. Þetta þú getur, sem kennari þú getur annað ertu setting up for failure eða setting up for success, og það er algjörlega í okkar höndum að búa til aðstæðu þar sem við erum að hvernig þýðir þetta? Setting up for success, að búa til aðstæður þar sem að þú getur verkefnið. Já. Og þá færðu þá erum við að mæta þessari þörf fyrir hæfni sem að aftur keyrir upp innri áhuga hvötina. Þannig að besta kennslan er skýr og markviss kennsla, það sem kennarinn sýnir og aftur og þannig til að nemandinn skilur hvað við að ræða. Þeir gera saman, kennarar og nemendur, leysa verkefnin saman með stigminkandi stuðningi, og síðan leysir nemandinn sjálfur verkefnið eða dæmið og fær fullt af tækifærum til þess að endurtaka, til þess að ná upp þessari fimi sem við höfum örgulega hér talað lesfimi og reikni fimmána. Þetta er algjör grundvöllur alls náms, að við náum upp þessari fimi og náum að þjálfa upp þessa fimi. Og tölvur, þær eru bara ekki að gera þetta vel. Nei. Núna alltaf eru þessi leikir, eins og Evolites og Grapho Game og allir þessi leikir, sérstaklega hefur þá yngri börnum sem er allra yngstu.
og hvernig ég sé þetta þetta einhvers konar tilraun til þess að efla áhugahvöt til náms. Þú ert að spila einhvern tölvuleik og þá hefur þú veist, þú fær svona dópamín út úr þessu og þú er rosa gaman og þú safna einhverjum verðlaunum og þetta náttúrulega bara athyglis þjófur. Nei, hvað var það sem þetta? Behavioralism, Já, svona atferlismótun. Atferlis fræði að þú ert að reyna að efla það að börnin séu virk í leiknum og virk í náminu. Það sem ég heyri bara þegar ég að sjá þetta að þetta þessi ytri umbun sem þú einu sinni talar í einu fyrirlestur sem ég satt hjá þér að ómikil ytri umbun getur grafið undan innri áhugahvöt. Já, sko, ef að innri áhugahvötin til staðar, þetta er kallað over justification eða overréttlæting. Sko, ef að ef að innri áhugahvöt þegar til staðar, þá algjör óþarfi að bæta ytri umbun ofan á það. Það getur meira að segja í sum tilfellum grafið undan þessar innri áhugahvöt og því að ef að ytri umbunir síðan tekin í burtu að þá ekki tilgangur lengi að taka þátt. Og þetta það sem hræði mig sem móðir þegar ég með þannig klára dreng með bullandi innri áhugahvöt. Ég ekki hann sko ekki hlekkjaður eitthvað við að lesa bækur sko. Hann algjörlega étur þetta upp og elskar að læra og ekkert nema spurningar og einhver skoppara kringla að vilja spyrja mig allt heiminn og geiminn sem bara yndislegt. Og þá fer ég hrætt, bara sem mamma, að við erum svo hrættar sem mömmur. Ok, hann fer þá bara að spila ykkur tölvuleik í skólanum, það að fara að grafa undan þessari yndislegu innri áhugahvöt sem hann hefur af bara náttúrunnar hendi. Já, mögulega, en þetta eitthvað sem að kannski okkur skortir rannsóknir og það kannski svona eitt grundvallaratrið, þess vegna ég kannski dálítið harðorður í garð þessara prógramma og upplýsingatækni í skólastarfi. Það af því að það búið að innleiða þessa hluti án þess að það liggi fyrir nógu góða rannsóknir sem sýna fram á árangur. Og það bara alvarlegt mál og við vitum alveg af hverju þetta er. Þetta af því að það eru fyrirtæki og sem að græða pening á þessu. Sko, ég var að tala með einhvern fyrir stuttu sem sagt stóru tækniframleiðendurnir í Silicon Dal og meira sér Steve Jobs sjálfur lét börnin sín ekki snerta þessi tæki. Þeir vissu það, þeir voru alveg til í að græða á skólakerfum allar en þeirra börn, nei, ekki. Þeir vissu alveg sko, það segir okkur eitthvað. Já, ég man ekki hvort það hefði verið í bókinni þannig að Digital Delusion eða eitthvað annars þar, þá las ég með svona góða skilgreiningu líka munin á mentatækni og tækniment. Við viljum að sjálfsögðu kenna tækniment. Já, akkurat. Við viljum kenna fingrasetningu, forritun, nota alls konar verkefni, ég klippa podcast búið, myndbönd og svona. En ég má verða skjótin þegar ég var að lesa þetta þarna í bókinni, ránkvömmyndabókinni að það eru til rannsóknir sem sýna það að sem sagt foreldrar kynslóðar seta þeir eru með meiri sem sagt þeir kunna betur á forrit að forrita og raun og kunna betur á tölvur heldur en börnin þeirra sem að hafa fengið að nota tölvur rosa mikið. Því þetta eru tveir aðskildir hlutir. Það að vera með tækið, láta það ræna athygliðinni stöðugt eða að hann talar um að gullöld mennta hafi verið á 10. áratögnum. Ég var einmitt í grunnskóla á 10. áratögnum sko, ég var ánægð með þetta en að þá var tölvuver, skiljiði, og við fórum í tölvutíma sem var bara afmarkaður tími með afmörkuðum verkefnum og meira sér, það tölvu sem ég var að læra þarf ekki eins og nettengdar sko, þannig að Þannig að þetta er kynnslan sem bæði sko þarf að kenna foreldrum sínum að nettengja tölvurnar og stúsast og börnunum sínum. Við erum svona samlokuð á milli. Já, nákvæmlega, akkurat.
Já, ég teki eftir þessu, ég veit margar svona sem hafa talað þetta. Af því að þetta ránkugmynd að halda að bara það að henda tölvu í fangið á barni, að það verði rosalega tæknivætt. Tæknivætt eða kunni rosa mikið á tölvur. En það er líka sko, þegar nú er ég forritari og forrita upp í spjaldtölvur. Já, ekki að ég skulle tala svona mikið illa. Nei, bara gera svo vel. Nei, en það er bara svo að það sé sagt frá hlið tölvunarfræðings eða einhver sem þróar þessa vörur er að við erum líka að gera vöruna eins notandavæna og mögulegt er. Það er markmiðið, við viljum að þetta sé bara eins auðvelt og ég hef séð nýraðan mann læra að nota iPhone. Þú veist, það er ekki vandamál að læra að nota þetta notandavæn tækni sem unga fólki þarf í rauninni ekki að verða eitthvað geggja gott, þú veist það bara þetta er svo notandavænt, ekki á eitthvað eins og spjaldtölvur eins og snertiskjá eða iPhone og það lærið að hvort sem skilur, við þurfum ekki að hafa þessi tæki til þess að ræna athygli út í skólunum fyrir utan það að hvað ég allavega tala fyrir persónulega, hvernig ég myndi vilja sjá hlutina mér finnst þetta að vera algjörlega bara ekki til staðar fyrir yngsta stig og hvað þá leikskóla, bara alls ekki bara kenna þeim að lesa og skrifa og nota ímyndunaraflið á miðstigi myndi ég vilja sjá þá bara tæknimennt þar sem við erum að kenna þeim að forrita klippa myndbönd og leita sér upplýsinga gerfi greindalæsi og miðlalæsi og alla þessa mikilvæga hluti og þá kannski geta haft aðganga einhverjum tölvum og síðan álengastigi kannski getur þau haft aðgang að þá frekar Chromebook miklu heldur en þessum iPodum þannig að þá læra allavega fingrasetningu en eins og staðinu núna þá eru sumir skólar þá eru bara með iPad frá fyrst upp í 10. bekk Já, ég finnst það galið sko því að ég er bara á þeirri skoðun að við eigum ekki að innleiða hluti, þessi tími, þessi grunnskóla tími, þessi 10 ár, við höfum að hugsa þetta, þú veist, við fáum, þetta er algjör gjöf, skilur, sem hvert og eitt okkar fær og þessi tími sem við fáum þetta í grunnskólanum, fáum maður ekkert aftur og við erum að við sko, við eigum að reyna að nýta þennan tíma eins vel fyrir börnin okkar og mögulegt og þá eigum við að nýta til þess rannsóknir sem að sýna hvaða kennsluaðferðir henta best sem að byggja á alvöru samanburðartilraunum ekki einhverju sem að bara þú veist einhverju segja og ég sé ekki ástæð til þess að sé nokkuð skonar sko á meðan að við vitum að það er að betra að lesa pappír, það er betra að taka minnispunkta á pappír, það er betra að svara prófum á pappír af hverju eru þá að gera eitthvað annað? Já, góð spurning Sko, á ég segir með eitt af því sem ég er erfitt með að gera í lífinu er að finna gjafir og sérstaklega handa körlum og strákum og svona úlingsstrengjum og ég var í svo miklu vandræðum að ég meiri sér af kröfði efni og fór og skrifaði B.ritgerðina mína í mannfræði gjafaskipti Já, ok og krefið þetta bara og svo í kjölfarið þá, eða einhverjum árum setna þá opnaði ég vefverslun með gjafavörum, svona fyktvörum svona miða fyrir karl, en það geta allir mér skaman að leika með þetta. Og hvað heitir það? Það er joybox.is Ok, joybox.is, mér finnst það svo geggja því að af hverju, við erum alltaf að skrolla því að við þurfum alltaf að fara í ykkur. Já, þetta er nefnilega svona fykt, þú veist, þetta er eins og maður fidget spinnarnir voru, þetta er bara svona ótrúlega eigulegt. Þetta er geggja til að hafa á skrifborðinu sínu og vera fykt í þegar mann finnst maður þurfa að gera eitthvað með höndunum. Algjörlega, þannig að það er joybox.is. Ok, geggja, kíkja á það. Já. En já, bara svo ég haldi áfram með skilgreininguna þarna, tækniment á móti mentatækni að þá tækniment er mjög mikilvæg og ég hef oft fengið svona upprópanir bara að þú ert bara móti tækni og eitthvað risar hér en allavega því það ég er ekki á móti tækniment er eitt af mikilvægasta sem við kennum börnum í dag ég er þar, tækniment er svo mikilvæg við verðum að kenna þeim hvernig á að bara nota tölvur, nota alls konar verkfæri, hugsa rökhugsun og þetta er bara eflum það, endilega. Mentatækni er ekki það. Mentatækni er þegar við erum einhvern veginn að innleiða tækni í allt nám
bara til þess að hafa tækni í rauninni. Þú veist, eins og með þessa tölvuleiki til þess að læra að lesa eða skrifa eða dönsku eða hvað sem það er. Og þarna lesa bók og skrifa svör í iPad til bara af hverju erum við að því. Mér fannst það sjokkrandi, sko. Já, þetta er bara svo galið. Skrifa með nöglunni á vísifingri eða ekki, nei, kannski með penna. Já, en síðan sko, ég tala með marga foreldra um þetta og ég til dæmis ekki eina mömmu, hún strákur hennar með iPad og er á miðstigi og hann var að skrifa heilu ritgerðina með því að pikka bara í iPadin. Endanum tók pappans yfir hendina og tengdi hérna eitthvað svona lyklaborð við að heimann og hann á það skrifa ritgerðina þannig. Hann væntanlega kann ekki tvingrisendingu, eða það? Nei, hann bara pikka með 2 fötum, sko. Já. Og í kjölfari kom líka ljós að drengurinn kann enga stafsetningu af því að autokorrekt er alltaf að fylla út allt sem hann gerir. Þetta kom við að hinnu, af því að ég hérna, og við höfum sko mjög skýrgögnum það að svona grunnhæfni er mjög ábótavant, bara leskilningi, grunnhæfni í bara reikniaðgerðum og svona allir öllum þessum grunni sem að þú þarft til þess að geta haldið áfram að læra. Og hérna og ég er á þeirri skoðun að sko við eigum að setja fókusin okkar þar, við eigum að setja fókusin á lestrarkennslu, orðaforðaskilning, orðaforða leskilning og sama varandi starffræðina, þú veist, bara plus mínus markvöldun og deiling og hérna og byggja upp góðan grunn og við veitum hvaða kennsluaðferðir eru bestar í það því að þegar þú ert komin með þennan grunn og þú veist, nota bene sko, þetta er svo fyndið sko, því að skólinn okkar heitir grunnskóli og í fyrstu grunnskólalögunum þegar var farið að nota orðið grunnskóli 74 að þá var mjög skýrt að þetta átti að vera grunnur fyrir frekara nám. Við höfum einhvers staðar sporað dálítið af leið og farið að bæta alveg ótrúlega mörgum hlutverkum inn í grunnskólan en gleymt að mínu viti dálítið því sem að skiptir mestu máli. Það er að við kunnum að lesa og skrifa og reikna og við kunnum að hérna sem með þessa undirstöðufærni, því að án þessara undirstöðufærni þá verður engin gagnrýnin hugsun, það verður engin sköpun, skilji. Þannig að ég er dálítið svona back to the basics, sko. Já, og eins og segðum að Svíar er að gera það og ég hef áður sagt að ég spái því að PISA-kannanir munu fara upp á við í Svíþjóð og við hefum bara eftir að sjá það og svo eigum við bara eftir að vera eftir á að laga hlutina eftir á. Sér kemur gervigreindin í námið líka og það mun vera 10 ár af ykkur vitleysu og síðan þurfum við að horfa tilbaka og leiðra eftir það og það er hvað ég neikvæð, ég bara svona Nei, ég bara ekki raunsæ. Hvað segir þú gervigreindina í námi? Heyrðu, gervigreindin er bara hérna á ekki að bara koma inn fyrir dyr leikgrunn eða framhaldsskóla að mínu viti ekki hjá nemendum þar að segja en hérna og ég er alveg tek undir með honum Horvath, hann fjallar þetta líka í bókinni að sko gervigreindin er hann segir sko gervigreindin er tól sem að enginn baðum og það er verið að nota okkur til þess að finna til hvers hún er, finna út til hvers hún er því að þegar virðist ekki hafa verið neitt augljós tilgangur með henni í upphafi en allt er góð með það, hann vil meina og ég sammála honum í því að þetta er fyrst og fremst tól fyrir sérfræðinga til þess að flýta fyrir sér og til dæmis þeir verða í rannsóknum, í forritun, í skrifum en lykilatriðið er sko að það þarf að vera einhver sem er komin mjög langt og er orðin sérfræðingur í sín fæi af því að bara sérfræðingarnir vita hvenar gervigreindin er að bulla því að hún er ég nota gervigreindina mjög mikið en hún er stundum alveg í algjör rugli hún býr til heimildir þegar við erum þú veist að skrifa
skrifa eitthvað og maður byrjar hann að finna heimildum eitthvað, þá bara býr hún til eitthvað. Já, ég lendi því, það var ótrúlegt. Já, og alltaf að passa sérstaklega vel að heimildaskráin sé alveg hárrétt. Já, og sko, og taldum að vera sérfræðingur, sko, þegar þú ert orðin sérfræðingur á einhverju sviði, að þá þekkiru öll helstu ritrítu tímarit á þínu sviði, veist hvaða ferli að baki ritríningunni og veist að þau hafa impact-faktor og svo framvegis. Ef þú ert ekki sérfræðingur á sviði, þá veist ekki þessa hluti. Þannig að þú bara sér, já, þetta nafn á þessu tímariti, það lukkar allt í lagi, ég vildi bara hafa þetta með, skilur við. En þess vegna sem að ég segi bara, og ég að breyta öllum mínum kúrsum á menntavísindasviði, þannig að það, sem sagt, það verða engin ritgerðarverkefni sem að fólk gerir heima, þetta verður allt sniðið að því að það sé annarkot skrifa á staðnum án gervigreindar eða að það séu læst próf í vafra sem sagt að því að líka í háskólanámi að þá er bara sko magnið af bullverkefnum sem ég hef verið að fara yfir eftir að gervigreindin kom til sögunar er bara rosaleg sko. Það er bara raunveruleikinn. Það er bara raunveruleikinn. Ég myndi segja að meiri hlutin í venjulegum kursi á mér að þá er meiri hluti verkefnana augljóslega skrifaðar gervigreind. En maður getur ekkert gert, skilur, sem kennari. Nei. Það er líka svo sko, mikilvægt að æfa sig að gera texta. Og ég heyrði einmitt að krakkar í háskólanámi verða verri og verri. Ég gera texta. Og þetta ég get alveg skilið, fólk er þú veist, rosa upptekið og hefur ekki tíma og sem ég ég læt bara gervigreind og svo læri ég þetta senna, skilur. Þetta er svo mikill freistnivandi að þetta gengur bara ekki lengur. Það er búið að eyðileggja þetta form af verkefnum í háskólanámi allavega. Það er alveg, við þurfum líka að hugsa hver er tilgangur með námi og hvort sem það er í leikgrunn, framhalds eða háskóla eða jafnvel bara fyrstu skrefunum að vinnumarkanum. Þú ert svolítið að grænda, þú veist, þú þarft að hafa fyrir hlutunum, þú ert hérna að fara yfir erfiða skafla til þess að læra eitthvað af reynslunni. En ef þú lætur gervigreindin að gera allt fyrir þig, þá lærir ekki neitt. Eins og segir mig, þú ert sérfræðingur að gera hlutina ótrúlega oft og ert að losna við hérna fullt af einhverju handavinnu. Það er bara ekki, það er bara fullt tími, búin að spara hérna helling tíma. En þegar tilgangurinn er að læra og einhvern veginn, hvernig ætlar að verða sérfræðingur? Þú erður aldrei sérfræðingur ef þú ert alltaf ekki að læra neina færni. Þannig að ég segi sko í skólastarfi mjög gott, þú veist, kennarar geta nota þetta til að flýta fyrir sér á því sviði þar sem þeir eru sérfræðingar en sko fyrir nemendur bara ekki snerta þetta. Hefur einhvern tímann bara tekið samtal við nemendur og útskýrt, þú veist, af hverju þau eru að gera þetta en þau náttúrulega væntanlega gera sér alveg grein fyrir en þau eru bara, En þetta er sama með tölvurnar, skilur í grunnskólum, í bókinni hans Horfa, það er verið að tala um gera rannsóknir á því hvernig nemendur eru að nota þessi tæki í svona, það sem er svona eitt tæki, eitt nemandi, þú veist, Chromebook eða iPad eða hvað það er. Þau eyða 5 sinnum meiri tíma í einhvers konar afþreyingu, YouTube eða hérna, þú veist, bara googla eitthvað eða skoða eitthvað heldur en semst við námið sjálft, námsverkefni. 5 sinnum? Já, 5 sinnum meiri tíma. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, og þetta er ekki tengsl sem þú ert að mynda, skilur. Þú ert að stara á tölvuskjá. Ég líka talaði við unga drengi daginn, það sögðu mér alls konar sögur það hvernig þið nota tækin og höfðu bara gaman af því í rauninni að monta sig við mig það hvað þeir eru nú klárir að geta þú veist, það svo auðvelt að komast fram hjá þessu. Ég hélt í mínu sakleysi að þessar tölvur, þetta er ekkert svo slæmt, þetta er svo varið að ef þú kemst fram hjá því þá áttu það kannski jafnvel per pínu skilið, þá hefur þurft að eitthvað að hakka því í gegnum þetta. Það er ekkert hakk sem fer í gang, sko. Það er ekkert hakk. Þetta er allt svo opið og þeir bara sýndu mig hvernig þeir fara á YouTube og þeir eru bara að spila alls konar leiki. Þú þarf bara að fara á vafra og þú skrifar games í Google og fær bara hérna list af leikjasögum og þú er bara að leika og svo segja mér bara hvernig, já þessi, hann bara notar alltaf gervigreind að leysa verkefnin. Hvað voru þið gamlir?
einn á miðstigi og einn á ólíkastigi. Já. Nota bara gervigreind til að leysa verkefnin og svo bara spila í tölvuleikja sem eftir tímans. Það er eitt sem fær mig til þess að vera aðeins bjartsýnan samt, sko. Og það er það að núna er að koma upp kynslóð foreldra mitt eins og okkar sem að ekki bara, þú veist, höfum rannsóknir til að styðja mál okkar, erum líka með reynsluna fyrstu hendi. Það eru rosalega margir kennarar, skólastjórnendur, stjórnmálamenn sem að bara ólu upp sín börn í tækjalausum skólum. Þeir vita ekkert hvað þeir eru að tala um. Nei. Já, ég held líka sko, alltaf er hennar sálgreinda, ég horfa á þetta sem hann að Gen X, 70 og eitthvað, þau álust upp þessa tækni jákvæðni. Bara allt sem er tækni er gott og jákvætt. Já, akkurat. Og bara framför. Og þið voru nú alltaf að væli við því hvað sjónvarpið var að fara heila og eitthvað bönnum og með ferkantu augu. Já, bara ferkantu augu og þú veist, og þetta er bara allt vitlýsingar. En ég hef mikla von að, ég ætla að segja, þessi hópur af fólki, það hefur einhvern veginn ekki áður upplifað það að tækni gæti jafnvel verið líka neikvæð. En eins og ég er millennial, eða hvað heitir það, aldamóta kynslóðin, og ég fæ svona smakka af þessu sem unglingur að það voru alls konar hættur á netinu sem ég var ekkert að segja foreldrum mínum frá og alls konar þú veist, leikir og myndbönd og fleira sem maður hafði aðgangað ekki í neinu mæli eins og börn í dag en maður fekk svona smakka af þessu og maður kannski fattar líka meira hvað getur verið hættulegt og síðan vinnandi í tæknigerðum og fleira þá kannski sér maður þetta eins öðru sig. Það sem ég held einmitt núna er að Gen Z kynslóðin hún er að fara að vaxa úr grasi og hún er að fara að eignast börn og hvað gerist þegar þau eignast börn og eru síðan að fara að senda þau börn í til dæmis grunnskóla eða fyrir að koma að einhverjum að gefa snjallsíma og fleira. Þau eru ekki að fara að taka þátt í því. Ég held ekki. Allavega ekki flestir. Sko, sjá hvað gerist. Ég bara myndi að mér langaði að koma að því við vorum að tala um hvernig sko ítrekkaðar fylgnirannsóknir sem að vísa allar í sömu átt að þær fara að sko gera orsakasamband líklæra og þarna með töluðum reykingar og krabbamein og munin á fylgnirannsóknum og samanburðartölum. En það er í PISA hefur verið spurt í PISA síðan alveg 2008 held ég að 12 þá nefndur við spurði hversu mikið notar upplýsingatækni í skólastarfi og þannig að það er hægt að ranka sem sagt lönd eftir því hversu mikið þau hafa fjárfest í upplýsingatækni og hversu mikið þau eru sem sagt að nota upplýsingatækni í skólastarfi og það er mjög sterk það er fylgni upp á 0,6 sem er mjög sterk jákvæð fylgni að eftir því sem þú fjárfestir meira í upplýsingatækni þeim mun verð gengur í þeirra PISA-prófunum. Ok, er það ekki nóg? Jú, ég er að tala um þú veist, má ég sína ykkur svolítið? Þessar rannsóknir að koma allstaðar að, skiljum. Og þannig að og í niðurlagið þessari bók, ég var að hlusta á lokakaflan áðan, bara ég var fastur í umferð hérna á leiðinni yfir. Hann er með mjög flottan lokakafla fyrir skólastjórnendur það sem hann mælir með því að þeir bara stoppi, kaupi engin ný upp eða tæki inn í skólinu sína á næsta ári og fari í bara svona endurskoðun eða geri yfirlit yfir hversu mikil tækni er í gangi, hvað er verið að nota ný og svo framvegis og taki sko bara átti sig á kostnaðinum, það er venjulega alveg mun ódýrar að fara aftur í pappirinn og líka sko þessi mögulegu kosti sem það hefur för með sér, það sé aukin námsárangur, betri líðan það er allt jákvætt við að fara í þessi vegferð og það fyrsta sem hægt er að gera er að bara setja símabann á strax. Já. Það er það fyrsta sem hægt er að gera og það er að gera það bara mjög fljótt. Ég held þegar við byrjuðum að tala um þetta og byrjuðum þessa vegferð að þetta með símafrí í skólum þetta væri bara no-brainer. Já, það væri bara gefins. Já. Aldeilis ekki. Það er svo merkilegt. Ég fann að 2022 þegar ég var að byrja að tala um þetta þá var ég mitt svona lípa og hugsa mér, já, heyrðu, þú veist,
ég er hérna komin búin að kynna þessar niðurstöður og nú hljóta bara skólastjórnendur að taka við sér og gera þetta algjörlega en það gerst ekki neitt og þannig að núna 4 mánuðum seinna þeir eru líka komið miklu meira af rannsóknum þetta var ekki jafn skýrt þá núna er þetta bara alveg augljóst þetta samband og við verðum að bregðast við. En líka talandi um þetta samband að því að þú varst að segja að það væri ekki siðferðislegt að gera svona sambruna rannsóknir og það er svona var þetta svona erfitt með sígaretturnar en við eigum sambruna rannsóknir frá Meta sem með Facebook. Akkurat. Það lag. Facebook-skjölin. Þeir gerðu sínar eigin sambruna rannsóknir og það lag og það var fyrir rétti núna bara fyrir 2 vikum eða eitthvað. Þetta er svo svívirðilegt mál, mér er svo misbóðir og það er búið að dæmi í þessu og þeir eru dæmt seg þannig að gögnin eru til og það er líka til bara vísindaransóknir ég man eftir einni sem ég vísaði í á þessum tíma þá var þetta bara með fullorðnum bara einföldur rannsókn 2 slembivaldir hópar annar hópurinn tók sér frí á samfélagsmiðlum í ég held að það verið 5 eða 6 vikur og það var verið að mæla andlega líðan fyrir og eftir og það voru skýrmerki betri andlega líðan eftir að hópurinn sem hætt á samfélagsmiðlum og þetta er fullorðið fólk og samfélagsmiðlan en þetta gildir bara líka með þessa almennu óþörfu notkun á nettengdum tækjum sem að ræna börnun okkar athyglinni. Vissið þú, Kristín, að athygli er eitt að verðmætasta í heiminum í dag? Já, nei, ég átti mig ekki á því. Það kallast athyglis-hagfræði. Og fyrirtæki er að keppast keppt og klóm athyglin okkar. Ekki bara sín á milli, heldur bara við allt í lífin okkar. Og ég tala svolítið þetta í mínum fyrirlesturum. Þannig að ef þið viljið læra meira hvernig tæknin virkar, hvað við erum að gera bak við tjöldin, þegar ég er nú appforðari til 10 ára. Já, þú veist hvað þú ert að tala um. Já, þá er ég með fyrirlestra fyrir bara alla tegundur og hópum, hvort sem það eru fyrirtæki, foreldrafélög, nemendur, úlingahópar, hver sem er. Ok, og hvað heitir það? Stafrænvelferð.is. Þannig að ef ykkur vantar fræðslu það hvernig tæknin er að stela athyglin okkar og hvernig hún er hönnuð til þess að halda henni, þá getið ég heitt í mér, stafrænvelferð.is. Flott. Má ég segja eitt enn? Já, eins og við getum verið í alveg. Við töluðum áðan vandamáli með tengslin eða samkendina, hvernig notkun og upplýsingatækni skemmir þessi tengsl við kennarana, milli kennar og nemenda, sem að rannsóknir sína alveg bara mjög skýrt að skiptir ofboðslegu máli fyrir bæði líðan og námsárangur. Því kennarinn kannski, þú veist, vonaði trúið mér, hann skiptir rosalega miklu máli. Nei, ég trúið því. Ég bara myndi eftir vélmennin sem lappaði með Melania Trump, þannig bara sem alltaf, ég bara, ok, þá er þetta leist. Nei, ég skil það vel. En svo er líka það er þetta með hvernig þú lærir eitthvað, þú veist að tala um evolítis og ég meina það voru alveg minn skóli, Brúarásskóli á Fljótsdalshéraði sem ég var í, kom í 85 á með fyrstu tölvuna. Það voru 2 skólar á landinu sem fengu tölvu 85 og minn skóli var annar þeirra. Þannig að ég var mikið í tölvuleikjum sem barn, en það var svona tölvutími, maður fekk 15 mínútur eitthvað á dag. Já, og þetta var svo einfalt líka, þetta var bara digg. Það var alveg Froggy og eitthvað svona skemmtilega leikir, Arcade og eitthvað. En málið er að, og svo voru einhverjir leikir einmitt sem að voru svona, það sem átt að kenna einhverja sögu eða kenna einhverja starfræðaðgerðir eða eitthvað. Og ég get alveg, þú veist, sagt ykkur bara enn þann dag í dag, þú veist, hvaða samsetningu á lyklaborðinu átt að íta á til þess að froskurinn myndi hoppa lengra eða eitthvað. Þú veist, að því að tala um þetta með dopamínið og það að vera leik, í svona leik, ég man, þú veist, ekkert þú veist, einhverja sögu sem að þessir leikir átt að kenna mér eða eitthvað skilur. Þannig að það er þetta sem er kallað transfer vandamálið, eða semst að þú lærir eitthvað í þessu umhverfi en þú getur ekki endurtekið það í einhverju öðru umhverfi af því að tölvuumhverfið er svo
mikil Túti. Já, þetta ekki raunveruleikinn, skilur við. Þannig að, og þetta nær alveg aftur tilbaka í fyrstu svona námsvélarnar sem að voru bara smíðað sko á 3. áratugnum og það er til gögn semst frá þeim sem að gerðu þær vélar. Þeir sögðu sko, já, þetta gekk allt rosa vel meðan þau voru í tækjunum en þegar þau ætluðu að gera þetta sko fyrir utan tækin að þá gátu þau ekki endurtekið það sem þau höfðu gert í tækjunum. En nú hefur verið mjög mikil umræða menntamál og skólakerfið, bara svona almennt. Og það er búið að tala núna lengingu skólaárinu til dæmis, skólan aðgreiningar og PISA-kannanirnar og allt það. Hvað finnst þér svona helst þyrft að breytast í skólakerfinu í dag? Hvar er rót vandans? Hvar liggur það? Ég held að rót vandans sé hún er víða en hún kannski byrjar ég vil kannski ekki tala vandamál, ég vil bara tala þú veist það sem við getum gert til þess að laga þau. Já, hvað getum við gert til þess að laga? Já, og þá bara, þú veist, við þurfum að byrja í leikskólanum og heimilunum. Við þurfum að leggja niður snjallsímana, leggja frá okkur tækin og fara að tala meira saman. Þú veist, við þurfum ríka málörfun, bæði á heimilunum og ekki síst í leikskólanum líka og þá komum við inn á þetta jöfnunarhlutverk sem að skólakerfið er. Þú veist, við ráðum ekki inn í hvað fjölskyldu aðstæður við fæðumst, þannig að það er mjög ólíkt hver bakgrunnur okkar, hversu mikla málörfum við fáum heima fyrir, hversu mikið lesi fyrir okkur og þarna þarf leikskólinn að standa sína plikt og passa upp á það að þau börn sem að fá ekki nógu mikla málörfun heima fyrir, að þau fá hana örugglega í leikskólanum og svo þurfum við að halda áfram upp á yngsta stig grunnskóla. Þar þurfum við að vera með miklu meira af skýrri og markvissri kennslu og þjálfun í svona grunnfimi. Þessu getur verið lokið bara, þú veist, þess vegna við lok annars bekkjar, skilur við. En í fyrsta öðrum bekk þurfum við mikla skýra og markvissa kennslu og til þess að ná upp þessari fimi, til þess að geta byggt á meiri hæfni þegar við erum komin það sem ég reyna að segja með þessu, það er ekki sömu kennslu aðferðina sem virka bara allstaðar, skilji. Við þurfum að láta kennslu aðferðinar okkar hæfa því þroskastíð sem barnið er á og við þurfum að fylgja því sem að samanburðarrannsóknir sýna fram á að virkar best og þar er skýr og markviss kennsla til dæmis á yngsta stigi alveg bara við erum með fjöldan allan af samanburðartilraurum sem að sýna að þetta skilar árangri. Þannig að lykillinn er, má segja, bara samtöl og samvera á fyrstu árun. Það er eitt, en það er líka bara meiri fagmennska og að beita kennsluaðferðum sem að vita er að virka og þannig einmitt, ég var að segja ykkur, ég var að koma á hann úr Gerðubergi, Hólabrekkuskóli fór þá upptöku. Ég verði að gera segja frá því, frábært verkefni. Þau hafa verið að nota með gagnreyndar kennsluaðferðir, svo kallar PALS-félagakennslu til þess að kenna lestur í fyrsta og öðrum bekk og svo með eldri nemendum byrjar í 4. bekk og þau fara alveg upp í 8. bekk að þar eru þau með svona paralestur þar sem að nemendur eru að lesa fyrir hvern annan og þeir stoppa við orð sem þau skilja ekki, rétt upp hönd og svo er í tímanum safnað saman, þetta eru svokölluð orð á þrepi 2, þar að segja orð sem að eru ekki einföld orð, heldur sem að þarf að útskýra með einföldum orðum til að skilja þau. Ég tók dæmið þarna á hann, svo hrokafullur eða duttlungafull eða eitthvað svona. Það var útskýringin bara maður sem er góður með sig, sem er alltaf þrepi 1. Sem eru orðskýringar á þrepi 1, af því að við getum ekki skýrt orð á þrepi 2 með öðrum orðum á þrepi 2. Við getum ekki sagt,
Já, hrokafullur, já, það er að vera, hvað er samheitið hrokafullur? Ég var enda að hugsa það. Ok. Erfið dagur. Já, en skilji hvað við. Út af því að þetta eru lyklar að því að heimur bókana opnist fyrir börnum, skilur. Er þið bara í pari sem þetta lesið, eða er þið í hóp sem lesið? Sem sagt, bekknum bara skipt upp í pör, stundum kalla þetta séu svona 2 manna bókaklúbar og þau lesa sem sagt, bækur sem eru á svona passlegu erfiðleikastigi, þannig að það er eitthvað slatti af orðum sem að þau skilja ekki. Já. Og málið er bara að þetta er þetta sem við eigum svo erfitt með að ímynda okkur, sérstaklega starffræðikennarar, að það er að við erum oft með þessa sérfræðingablindu, skilur. Það er að því að við erum orðin svo miklu sérfræðingar í því sem við erum að gera, að við gleymum hvernig það var að koma í fyrsta bekk og skilja ekki orðið hrokafullur, skilur, eða skilja ekki orðið, þú veist, þetta eða hitt, skilur. Og það eru ótrúlegust orð sem maður bara, skilja börn í dag ekki þetta orð? Nei, skilja ekki lengur, skilur. Og þóðu eigi íslenska foreldra, það er bara... Já, og það er langbest að fá þau sjálf til að benda á orðin sem að þau skilja ekki, til þess að sé hægt að taka þau upp og þau eru semst tekin upp á töflu og endurtekin upphátt í tímanum, en svo er þetta svona í svona kerfi, þannig að orðin frá því seinustu viku eru líka endurtekin, orðin frá því fyrir 3 vikum síðan eru líka endurtekin, orðin fyrir 4 vikum síðan eru prófuð í svona það sem þau að para saman til þess að því endurtekningin er svo ofboðslega mikilvægt upp á minnið að gera. Bara kenningin vitsmunalegt álag og bara þekking okkar á heilunum er orðin svo miklu betri núna heldur hún var. Að sko við þegar þú heyrir eða þú lærir eitthvað, við getum haldið svona að jafna þið svona 4-5 hlutum í vinsluminni á hverju einasta tíma og við erum búin að gleyma þeim á svona 18-30 sekúndum nema við endurtökum þau og að gera að endurtaka hluti með svona dálítið millibili kannski fyrst nokkru sinnum á nokkra mínútna fresti og kannski lóktímans, svo aftur í næstu viku, svo aftur í þar næstu viku. Það festir þessa hluti í minninu, þannig að þegar við opnum bók og finnum, þú veist, þetta orð úr orðalagi 2 eða þrepi 2, þá vitum við hvað það þýðir og við getum haldið áfram. Þið vitið alveg hvernig það er að lesa bók sem er full af sérfræðiorðum sem þið skiljið ekki. Þú veist, þið klárið hann aldrei. Nei, maður dettur út. Bara leið. Þannig að þetta er svona dæmi sko skýra markvissa kennslu sem er gaggreind. Við þurfum miklu meira af þessu úti í skólakerfi. Með því að leggja þennan grunn að þá er okkur allir vegir færir fyrir það sem á eftir kemur. Ég finnst það frábær verkefni og ótrúlega gaman að heyra af þessu því þau er líka svo algjör svampar þessi krakkar. Þannig að ef maður gerir svona aðferðir, það er bara orðaforði, þá éta þau þetta. Já, algjörlega, og þeim finnst þetta líka ógeðslega skemmtilegt og þetta er rosa skemmtilegt. Það er mjög gaman, við vorum við svona kennslu í dag og þau eru sko svo virk í kennslunni sko og enda er hún byggð upp á þann hátt að það er óbúslega mikil virkni, óbúslega mikil fyrirsjánleiki líka sem er óbúslega gott því að þegar er lítill fyrirsjánleiki þá koma hegðunar vandamálu upp, skilur. Þá er farið að þá fer athyglin út gluggann og einmitt athyglin, því við erum að tala því rúna þetta eins af, hún er svo mikið brothættar og brotakendari í dag heldur hún var fyrir nokkrum áratugum þegar við vorum ekki með þessi tæki. Hjá okkur öllum, ekki bara börnum. Nei, ekki, einmitt, hjá okkur öllum. Öllum kynslóðum. En þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að í þessu umhverfi sem skólinn er, við eigum að fara þar sko á undan með góðu fordæmi. En hvað geta, þú talar aðeins það hvað skólastjórnendur og kennari geta gert, en hvað geta foreldrar gert? Herði,
það er heilt kapli í bókinni ég er ekki búin að lesa hann. Nei, en bara frá þér frá mér að þá ég fór ég var eina unglingsdóttur svona inn í mér þá langar mig til þess að segja svo marga sögur af henni og varandi snjallt símanotkun hennar en ég virði persónuvernd og ég er ekki að fara þangað en ég held að sé bara mjög mikilvægt að læra á foreldra stillingarnar í tækjunum og það er bara mjög erfitt ég er alveg með 5 háskólagráður og það tók mig alveg ógeðslega langan tíma. Nei, ég segi svo ég er með einhverja háskólagráður en já, einmitt, já, ég miklu þetta fyrir mér sko. Já, og við gerum það öll en það er samt ef við ættum að leyfa börnunum okkar að vera með þessi tæki eitthvað, þá verðum við að vita hversu mikil notkunin er við verðum að geta takmarkað hana og við verðum að geta stýrt henni á skynsamlegan hátt. Hver finnst þeir vera svona temmilegur aldur fyrir snjalltæki, eða þessi snjallsíma? Sko ég langt síðan að ég komst á þá skoðun að 13 ár væri algjört lágmark. Ég er farin að bara hallast meira að því að grunnskólinn ætti bara að vera snjalltækja frí sko. Og þetta sé eitthvað sem ætti að mestarlega byrja að skoða í framhaldsskóla sko. En hvað námi barna svona til þess að efla einmitt læsi eða fyrir okkur foreldrar sem höfum ágjör af skjánotkun í skólakerfinu hvað getum við gert? Ég held að bara beita sér gegnum foreldraráð, foreldrafélög taka umræðuna þar líka bara að í gegnum samtök eins og Heimili og skóla hvetja til þess að það sé verið að líta til nýjustu rannsóknar því að við núna eru þær bara þær eru að hlaðast upp og þær eru að hlaðast upp það hratt núna að einmitt eins og segir Svíar þeir eru bara að taka tækin bara út algjörlega og Svíar eru ekkert að gera hlutina hingað til að hafa ekki verið að gera hlutina neitt óbúslega vanhugsað sko. Nei, einmitt fundu börgisbeltið og allt það. Akkurat. Ég var lengi á skólaárið? Ég held að sko ef við ætlum ekki að breyta kennsluháttum þá getum við þurft að lengja skólaárið en ég held að með því að innleiða skýra og markvissa og gaggreindar kennsluaðferðir þá þurfum við ekkert að lengja skólaárið því að þá förum við svo miklu betur með þann tíma sem við höfum nú þegar. En hitt er svo ósangjant að sko nota ekki gaggreindar og eyða meiri tími það. Já. Það er svo ósangjant fyrir alla. Það er það. Já. Ég er bara alveg sammála því. En hvað með einkunnagefnar? Nú er ég svolítið svona ringluð þegar kemur að einkunnagjöfunum eins og margir foreldrar. Það er allt í litakóðum og svo er þetta allt bara í einhverjum tölvum í skólanum og það er eitthvað bækur heim og maður veit ekki alveg þannig að þetta er rosa misjant skólum líka og kennurum og Já, þetta er mjög erfitt sko. Hvernig geta foreldrar að vera svona virkir og bara vita hvað er í gangi og tekið virkan þátt í námi barnan sinna og hjálpa þeim? Sko, þetta er stór spurning. Ég held að sem betur fer þá er ekki allt í voli langstærsti hluti kennara er að gera mjög góða hluti og er að beita góðum aðferðum og ég myndi bara hvetja foreldrar til að vera í virku samtali við sinn umsjónarkennara eða semst umsjónarkennara barnanna þeirra og finna út sko og fá frá þeim hvað þeir geta gert. Þetta er aldrei misjamt sko en eitt sem er náttúrulega algjörlega ofboðslega mikilvægt að gera það er að lesa heima með börnunum eða segja láta börnin lesa heima og fylgjast með því og leiðrétta rangan lestur og ræða við börnin innihaldið í því sem þau eru að lesa og ég verð nú bara þrátt fyrir allar mínar háskólagráður sko, ég
náttúrulega aðeins að brjóta hérna trúnað, miðdóttir mín hún var dálítið hérna lengi að ná upp lesfimi og ég var eitthvað veltaðis fyrir mér umkringdur af sérfræðingum í lestrarkennslu og þeir sögðu mig, heyrðu, aðtúðu hvað þú ert að lesa lengi? Það kom bara að frá skólanum, þú veist, 15 mínútur á dag og kvitta fyrir og bara eins og er í flestum skólum. Við fengum okkur svona tímavaka og ég byrjaði að nota hann. Heyrðu, kom í ljós, við vorum bara að lesa saman í 5 mínútur á dag. Já. Ég var ekkert að taka tíman, ég bara svona slömpa cirka á það. Ég var að lesa, hún var að lesa 3 sinnum og fá trefalt minni lestur heldur en hún þurfti. Og þegar við fórum að lesa í fulla 15 mínútur, þá fór feimin bara beint upp, sko. Og talandi einkunnir og svona, ég held að, þú veist, þessir hlutir, þessir trúverðugu og réttmætu mælikvarðar á framfærir, eins og orð á mínútu eða þú veist hvort þú nærð 80% dæma rétt á blaði eða eitthvað slíkt. Þetta er miklu betra til þess að bera saman og sjá framfarir af því að einhvernig skipta engu máli, það eru framfarir einstaklingar sem skipta öllu máli og við þurfum bara trúverðugt námsmat á framfarir sem að foreldrar geta skoða með börnunum sínum og kennarar geta skoða með börnunum sínum. Hvernig þau standa í samanburði við aðra nemendur skiptir engu máli. Markmið skólans er að hvert og eitt barn nái eins miklum framförum og mögulegt er. Það er það eina sem skiptir máli. Þannig að hvort að þetta er, þú veist, A eða B eða eitthvað svona loðið og óskilgreint, ég ætla ekki að taka afstöðu til þess, en nákvæmt námsmat sem hægt er að bera saman yfir tíma, það er það sem skiptir máli. Það var svolítið, mér finnst svolítið góð orð, takk fyrir þetta. Og það hefur búið svo mikil hita umræða, þú veist, hvort á að vera, hvort kerfið A, B, C eða þú veist, talnakerfið. En þetta er svolítið, auðvitað er þetta bara spurningum að bera við sjálf barnið. Mér finnst þetta pínu að þetta er svo óljóst, maður veit ekki alveg hvað maður stendur, eða hvað barnið stendur. Þetta er svona eins og að reyna að taka til í fjármálunum en þú getur ekki loggað inn á bankareikningin. Þú bara veist ekki hvar þú stendur, veist hvert þetta fara fram með aftur, veist ekki hvar þú ert. Þannig að þú gert ekki að bera bankareikningin saman með alla hina bankareikningana hjá alla hina fólkinu, skiptir ekki máli, þú ert bara að gera gott fyrir þig og verða betri. Eða, ég ekki bara slá botnin í þetta. Ég bara þakka kærlega fyrir, ég vona að ég hafi ekki og hafi ekki yft hárin á einhverjum með þessum því sem ég var að segja ég von innilega að hafi ég elskar þetta Nei, ég bara rosa gaman að fá innsýn inn í þitt starf og það sem þú hefur að gera en þetta er allt sem ég hef sagt hér í þessu viðtali það hefur stóð í vísindarannsóknum og sumt meir en annað en allt hefur það stóð í vísindarannsóknum þannig að ég bara hvet fólk áður en það afskrifar það sem ég var að segja að kynna sér málin. Takk kærlega fyrir komuna. Takk.